þrístökki á Ólympíuleikum. En að bæta mig eftir þetta í keppninni, það var aldeilis útilokað. Og í þættinum í dag ætlum við að kíkja á Norðfjörð og ná okkur í jólatré. Þarna er bara verið að reyna að gera mjög jákvæða hluti úr því sem kannski er ekki skemmt. Það er ekki gaman að fella þessi tré. Í þættinum í dag munum við einnig kíkja inn í Skriðuklaustur þar sem haldin er grýlugleði mér til heiðurs. Nei, sem betur þekki ég hann ekki, en ég náttúrulega hef margoft séð hana, sko. Mér langar svo að vita bara upphafið. Upphafið? Á bara íþróttaferlinu. Hvar varstu sem lítill strákur og hvernig byrjaði þetta allt saman? Já, ég var nú sem lítill strákur á Reyðarfirði og þá keyptum við okkur 5 strákar saman fótbolta og myndum hlutafélag kaupin. Hlutafélag var 2 krónur á mann og það var reglugerð með þessu félagi. Þannig að hver mátti hafa boltan undir rúminu hjá sér, mátti geyma hann, hafa hann undir rúminu hjá sér 2 nætur í röð og þá fekk svo næsti hafa hann og svo framvegis. Þannig að þetta er svona fyrsta íþróttækið sem ég man eftir að hafa haft með að gera ásamt fleirum. Sunnudaginn 27. nóvember voru 60 ár liðin frá því að Vilhjálmur Einarsson stökk 16,26 metra í þrístökki á Ólympíuleikunum í Melbourne í Ástralíu sem skilaði honum öðru sæti keppninnar. Með því var hann fyrsti Íslendingurinn til þess að komast á verðlaunapall á Ólympíuleikum og er hann svo eini sem hefur náð þar öðru sæti í frjálsum íþróttum. Reistur hefur verið minnisvarðan þetta glæsilega afrek Vilhjálms og flötinu fyrir framan íþróttaleikvanginu á Egilsstöðum, Vilhjálmsvöll sem einmitt er nefndur eftir honum. Sýnir hann fulla lengd stökksins og ber heitið silfurstökkið. Og ég nú eiginlega, veit ekki hvort ég meira eða minna hissa heldur en þið á því ég skildi hafa klófað þetta í þegar við skrefum. En svona var þetta nú. Vilhjálmur segir íþróttaiðkun sína hafa byrjað fyrir alvöru þegar hann vann þrístökkskeppni á landsmótinu árið 1942. Hann fór í menntaskólan á Akureyri og þaðan til Bandaríkjanna á háskólastyrk þar sem hann hlaut einnig mikla alhliða líkamsþjálfun. Kem svo vorið 56 og fer þá að snúa mér að þrístökkinu sem endaði svo með þessu silfurstökki sem nú er að verða 60. Vilhjálmur náði Ólympíulágmarkinu þegar hann setti nýtt Norðurlandamet á móti í Karlstað í Svíþjóð. Og þá var náttúrulega dúkað fyrir mig að lenda í sveitinni til Melbourne og þá byrjaði undirbúningurinn undir það. Og þá var nú landið þannig að það var skrifuð grein það að þetta væri illa farið með fjárreiður. Að senda menn jörðina þver og endilanga í erindisleysu, því að það ætti engin erindi alltaf mót frá Íslandi. Ólympíunefnd semur við sænsku ólympíunefndina það að við Hilmar Þorbjörnsson sem líka var keppt í Melbourne, spetthlauparinn, að við fengum að æfa með sænska ólympíuliðinu á Búsön sem var þjálfunarmiðstöð þeirra Svía og þar var landsþjálfari þá Gösta Holmér og ég hafði tröllatrú á þeim manni því að ég hafði satt að segja æft þrístök eftir hveri sem hann hafði samið. Svo hann var bara fyrir mér eins og gúrú í þrístökkinu. Svo er ég heppinn að því leyti til að það hafði engin sænskur þrístökkvari verið valinn til að keppa. Svo ég var ekki að keppa við neinn landsmann. Svo hann gat þess vegna einbeitt sér að því að svona líta til með mér. Og þetta náttúrulega jók sjálfstraustið ansi mikið. Svo er það synda þessu spurningin að sefja sjálfan sig. Sannfæra sig að geta eitthvað því að annars er ekkert hægt. Svo ég sefjaði mig þannig að ef þarf allt að lukkast og það er fröken lukka sem stundum er með og stundum ekki. Ef hún er nú með á stóru stundin á Ólympíuleikunum þá er ég búinn að búa mig betur undir heldur en nokkuð tíma fyrr. Hef verið með þessum fína þjálfara, honum Gösta, hann í Svíþjóð í hálfan mánuð og ég geta stokkið lengra en ég hef gert áður. Þetta samfærði ég mig en að stökkva svo enn á ný hálfu metri lengra og þar með eiginlega heilu metri lengra heldur ég hefði stokkið árið áður. Það var náttúrulega meira heldur en að mér gat órað fyrir. Vilhjálmur man sjálfan keppnisdaginn eins og hann hafi gerst í gær.
Þar sett hann nýtt ólympíumet sem stóð í 2 klukkutíma þar til að Brasilíumaðurinn Ferreira da Silva bætti það og sigraði með stökki sínu upp á 16,35 metra. En svo þegar kemur út í keppnina þá þarf maður að útiloka allt frá sér, áhorfendur og allt, ef allt átti að takast. Og þá líka gerist eitthvað sem ekki eiginlega hægt að lýsa með orðum almennilega. Það svona eins konar algleymi, þannig að þetta má nú ekki misskilja, sko. Að þegar ég stekk þetta svokallaða silfurstökk, þá það með allra léttustu stökkum síðan á stokki. Það tekst svo vel tæknin og einbeitingin einhvern veginn svo 100%. Já, manni fannst eins og sko að því loknu þá hlýtur maður ekki stokkið miklu lengra. Ef maður væri nú að rembast eitthvað. Nei, og það var svo fínt á plankan að þeir stóðu lengi, sko. Mér fannst það heil eilíð, dómararnir. Og störðu, giltið og gilt. Loksins kom hvíti fánun upp. Þannig að ég var svona tæpur á því að gera ágilt öðru sinni. En að bæta mig eftir þetta í keppninni, það var aldeilis útilokað. Þetta var svo slíkt sem maður myndi kalla full treff, þetta stökk. Að lengra var aldeilis útilokað að komast í það skiptið. Það var upp í fótur og fyrr og mér skilst að sérstaklega hafi hérna runnið 2 grímur eða öllu heldur orðið hálfgerð örvænting hjá lúðrasveitin sem átti að leika þegar komið var að verðlaunaveitingunni. Þeir voru alls ekki undir það búnir að leika íslenska þjóðsönginn. En þeim var nú da Silva bjargaði úr vandræðunum. Mér fannst það allt í lagi. Ég var búinn að gera miklu meira heldur en ég gat vænst og mér fannst eiginlega stökkið hafi verið svo létt. Ég var eiginlega hissað hinum með stökkvað leikra líka. Þannig að ég undi því prýðilega að fá silfur, mikil skelfing. Já. En hvernig var tilfinningin að standa á verðlaunapallinum? Ég var eiginlega hálfdofinn, sko. Hálfdofinn eftir hérna einbeitinguna. Þannig að ég var sem sé hálfgerð í leiðslu. Satt best að segja. Já, ég get ekki annað sagt. Hvernig, já, svona þegar heim var komið, hvernig voru móttökurnar á þessum tíma? Ég var aldeilis hissa á öllu tilstandinu, sko. Já, þetta var náttúrulega ekki, maður var ekki samband eins og í dag, sko. Og vissi ekkert hvað mönnum þótti mikið þetta hérna heima. Og það var veislihöld í ráðherrabústaðnum sem mér blöskvaði gjörsamlega. Og hugsaði nú með mér að það verði nú betur að vera í peningunum í eitthvað annað heldur en svona hátíðahöld. En þetta var allt í góðri meiningu gert og ég fekk silfur bikar frá ríkisstjórninni. Ólympíumeistarinn da Silva heimsótti land og þjóð eftir leikana og atti kappi við Vilhjálm í Reykjavík, Akureyri og í Atlavík. Vilhjálmur var áfram í landsliðin eftir að Ólympíuleikunum lauk og keppti á mótum hér heima og erlendis. Hann stóð við þau heit sem hann sett í Melbourne og helgaði sér skólamálum að mestu, var skólastjóri 3 skóla, lengst af í menntaskólanum á Egilsstöðum. Síðan fæ ég svona vink það að það sé mikilvægt hlutverk að beina ungu fólki sem ekki væri kannski ráðið í sinni framtíð í framhaldsskóla og heimilistaskóla beina þeim eða hafa áhrif til góðs á þetta unga fólk. Og mér fannst ég eiginlega svolítið skuldbundinn og geri heldur betur lykkju á leið mína að arkitektúrnum sem ég ætlaði í og starfaði í skóla síðan þangað til ég hætti því loks hér á 9. áratugnum. Vilhjálmur fjölhæfur maður og eftir hann liggja ófá málverk. En það mikil svona list og sköpun í þér samt? Já, ég hef alltaf haft voðalega gaman að öllu mögulegu, mála og svo hef ég gaman að því að búa til lög við hljóð og slá undir á gítar og á að ég mikið safn af slíkum tilraunum. Ef ég er hrifinn af ljóði að þá hérna fer ég með það í huganum og er með gítarinn svona og fer að finna hljóma við það og ég kalla þetta heila ljóðasöngl. En hvaðan koma hugmyndir til þín og hvernig, hvað þú málar hverju sinni? Ég veit ekki, svei mér þá. En það nokkuð til í því sem
Sá ágæti listmálari sem ég kynntist nú vel í Bandaríkjunum, hét reyndar Richard Wagner, tók fram að vera allsendis óskyldur þeim eina sanna. Hann var mjög snjall málari og hann sagði mér sögu sem að ég hef oft rifjað upp. Hann sagði þetta skrítið, sagði hann sko. Þegar maður kemur og fyrir framan strigan eða spjaldið og í banarstuði og nú skal það ske sko. Nei, það gerist ekkert merkilegt. En þegar maður hins vegar á ekki von á neinu og gleymir tímanum og rankar við sér kannski 2-3 tímum seinna og horfir á strigan, þá eitthvað gerst sem maður getur ekki skýrt. Og þetta svolítið svipað, skal ég segja þér, í sportinu, hreint og beint, finnst mér. Að þegar maður sem gengur þannig algjörlega upp í því sem að gerast, maður þarf náttúrulega að vera þrælþjálfaður til þess að eitthvað takist. En það er erfitt að lýsa þessu sko, þá verður þetta bara svo létt. Já, það er eiginlega svipað með listina sko. Hún kemur ekki alveg eftir pöntun.